Komið þið sæl og verið hjartanlega velkomin að skjánum. Það föstudagsþátturinn sem heilsar ykkur og við ætlum að byrja þennan þátt á mat og menningu því að í Laxdalshúsi, elsta húsi Akureyrar, ætla hjónin Jónína Björg Helgadóttir og Magnús Jón Magnússon að opna veitingastað og vinnustofu, Majó. Verið hjartanlega velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Takk fyrir það. Hvernig kom þessi hugmynd til ykkar? Í brönns á strikinu. Já, við höfum alltaf einhvern veginn verið að vinna í veitingageiranum svona til hliðar. Ég nú myndlistamaður og maðurinn minn kennari. En unnið í veitingageiranum í mörg ár og ákvaðum, í þessum brönns á strikinu. Þetta var alveg hægt. Við þyrftum, þetta væri hægt. Já. Við gætum búið til fyrirtæki utanum í rauninni bara allar þessar ástríður okkar sem eru matur og menning og saga og fleira listir. Og gert einhvern svona lítinn krútlegan stað eða, upprunalega kannski fyrirtæki utanum það. Þannig að þetta gæti einhvern veginn allt komið saman. Saman, undir einn hatt. Undir einn hatt svolítið, já. Já, sinna áhugamálum og ástríðum í rauninni. Og þið hafið verið að starfa sem svona pop-up staður, maður má nota það orð, ekki satt? Já, við reyndum að finna eitthvað annað en uppsprettu staður var svolítið óþjált. Já, fólk tengir kannski minna við það ennþá. Þetta er fínasta orð. Vinnum með það. Já, við erum búin að vera út á Ólafsfirði og Dalvík og núna síðast á Siglufirði með pop-up stað og hefur gengið bara ótrúlega vel. Okkur er virkilega vel tekið og búið dásamlegt. Bara gaman fyrst og fremst. Einmitt, og núna fáið þið ykkar eigið húsnæði. Já. Þannig og hvernig stefnið þið á að hafa starfið? Þetta er náttúrulega svo fjölþætt og margslungið. Hvernig verður þá skipulagið á þessu hjá ykkur? Já, þetta verður svona að miklu leyti vinnustofan mín og sýningarrými fyrir mín verk með bara svona mjög huggulegu andrúmslofti. Og þarna er þetta frábæra eldhús sem nú þegar í Laxdalshúsi. Það var endurbyggt sem veitingastað 1985. Og þannig að þarna verðum við með svæði til þess að taka bæði á móti hópum sem eru þá kannski að koma í kvöldverð og eitthvað svona. Súsínámskeið. Súsínámskeið, einmitt. Já. Og svo að hafa opið þegar við auglýsum það sérstaklega þá fungerir þetta eins og hefðbundið veitingastaður í einhverja daga eða eftir árstíð með hvernig sem það verður. Einmitt, fólk getur panta borð eða fengið sér take-away eða hvernig sem það er. Já, í rauninni, bara eins og vill hafa það bara. Já, og svo verða gestalistamenn á efri hæðinni líka. Já, þannig að þetta gamla hús mun alveg iða af lífi. Svo sannarlega. Sem er frábært. Og hvaða áherslur eru svona helst með í matnum? Þegar þetta hafi búið upp á þessi sushi námskeið og sushið kannski áberandi. Er það svona ég myndi segja sem mest í sushinu. Já. En svo höfum við líka verið með ýmislegt þetta annað sem tengist bara japanskri matagerð. Já. Svona undanfarið höfum við líka verið að selja svolítið af baobön, heitir það. Já, það er svona gufusoðin. Algjörlega vilji. Svona leynir maður á þessu. Það er alveg dásamlega gott og við ætlum að vera með, gera meira því. Já. Og svo erum við líka með ansi mikið af svona, reyktu kjöti, svona í smóker. Já, reykgrillinu. Já, reykgrillinu. Samt ekki bara með hangikjöt, Nei. Það er flóknir það, en það er ýmislegt skemmtilegt í pípunum. Já, og þetta pop-up form líka leyfir okkur það svolítið og gefur okkur frelsi til þess að bara ákveða eitthvað þema til dæmis fyrir einhverja opnun. Bara eins og við viljum hafa þetta í rauninni, Einmitt, það er svona ekki eins og kannski hefðbundnir veitingastaðir oft bundnir því það er náttúrulega bara ákveðin matsett og svo þarf maður að vera með hann í x Hann hangir bara í 6 mánuði og ekkert múður og kjaftaði. Nei. Þarna er alltaf, þetta finnur hjóli í hverri viku. Í rauninni, dásamlegt, Ef maður vill, Já. Frábært, þannig að það hlýtur líka að gera þetta skemmtilegra fyrir ykkur að það er að vera alltaf að vinna með nýjar áherslur. Það er alveg snilt. Það er alveg snilt. Og endurspeglast það svo í listinni líka, bara... Mismunandi þemur. Já, mismunandi þemur og þetta. Já, mögulega, Það er náttúrulega, hefur reyndar oft sést í mínum verkum að þegar ég er að vinna fyrir ákveðna sýningar þá kannski kemur ákveðin litur. Nú er allt gult til dæmis, ég er að fara að sýna í Gallerí Porti núna 21. á Laugaveginum. Já. 21. ágúst. Þannig að vinnustofan öll gul í augnablikinu, einu sinni var hún öll rauð.
Þannig að, Eins og hún öll blá. eins og hún er öll blá Og og með það er sterkir góða liti. já, og er maturinn, þá kannski eru það litir úr matnum sem eru, sem Hver síast veit, svona inn. ég er mjög áhrifagjörn. Ég passa mig á því að gefa henni vel að borða, sko. Já, það er mikilvægt, Það er mikilvægt. að maður sé nú ekki að Það var svolítið gúrme, sveltandi sko. listamaður. Nei, nákvæmlega. Nei, Það var ekki við, það var ekki við. þetta er ótrúlega spennandi. Hvenær er fyrirhugað að opna? Við stefnum á Akureyrarvöku. Já. Við reyndar erum ekki búin að taka við húsinu. Það gerist bara hvað og hvenær. Já, ég held að við séum búin að sigra flest ljón í veginum, þannig að við ættum að ná því. Já, frábært. Þannig að vonandi gengur það bara upp. Og hvar getur fólk fylgst með svona dagskráni og því sem verður að vera hverju sinni? Er það á samfélagsmiðlum? Já, það er best að finna okkur á Facebook eða Instagram. Já, og það er bara Mayo? Mayo Iceland. Mayo Iceland. Já. M-A-J-O, ekki satt? Já, jú. Kemur ekki botnið neðst í skjánum hérna. Já. Við getum örgulega að redda því, sko. Þetta er sérst blandan af nöfnunum okkar, Magnús og Jónína. Já. Mayo. Já. Fast að voða fyndið. Okkur Það er fannst það mjög voða að sárt. fyndi. Þetta var svona, hvað er að láta staðinn heita? Og það heyrði, við smellum saman nöfnunum, gerum Mayo. Svo, nei, við getum ekki gert það. Svo komum við alltaf aftur að þessu. Það var eiginlega alveg frábært nafn. Já, það virkar bara mjög vel og rímar við súsíð og Algjörlega, sko. Þannig að þetta Það er gerir bara, það. ég held að hefði ekki getað fundið betra nafn, sko. Ja, takk fyrir Já, það. nei, það er ekki. Við bara hvetjum auðvitað alla til þess að bara fylgja ykkur þarna inn á samfélagsmiðlum og svo þetta mæta þegar það verður opið, Algjörlega. bæði í mat og að skoða listina og allt sem verður í boði. Bara gangi ykkur vel með þetta og takk fyrir að koma í þáttinn og segja ykkur frá þessu. Takk sömuleiðis.